Í kjallaranum í svokölluðu grasrótarhúsi niður á Eyri heimsækjum við hressa módelsmiði í flugmódelfélagi Akureyrar. Hérna hafa þeir komið sér upp vinnuaðstöðu þar sem þeir töfra fram flugvélar, svifflugur og fleira flugtengt á milli þess sem þeir skrafa og fá sér kaffibolla saman. Guðjón Ólafsson er einn af þeim sem er á kafi í smíðinni þegar okkur ber að garði. Ég byrjaði líklega einhvern tímann mitt árið 1978 og fyrsta fjarstýrða flugmódelið mitt flaug jólin 78. Var það jólagjöf handa einhverjum? Nei. Jólagjöf handa sjálfum þér? Það var bara handa sjálfum mér, sko. Og þarna, það var upp á Sandskeiði fyrir ofan Reykjavík, í hörku, gaddi og snjó og ég man ennþá tilfinninguna þegar það flaug af stað. Það var alveg frábært. Þú er allavega greinilega ekkert sagt skilið við þetta síðan? Nei. Og búin að smíða alveg djöfuldóm af flugmódelum. Snýst þetta ekki að búa til líkan af einhverju stærri flugvél sem var eða er til? Það er partur af því. Þetta er tvennt. Annars vegar að gera svona líkön, eins og þú segir. Hins vegar að gera bara einhvers konar flugvélar sem hafa aldrei verið til og munu aldrei verið til en bara sem módel. Það er alveg jafn gaman. Hvaðan kemur sig áhugi? Hefur alltaf haft áhuga á flugvélum eða dúkkaði þetta bara allt í einu upp? Ég hef alltaf haft áhuga á dundi. Já. Og þarna, svo kemur svona sögunördin inn í þetta líka. Þannig að, já, ég veit eiginlega ekkert hvaðan þetta kemur, þetta bara er þarna. En það hefur þá alveg eins geta verið hvað sem er annað en flugvélar? Já. Já, ok. Það er ekkert sérstaklega flugvélar sem að... Nei, þær eru bara mjög spennandi, aðalega vegna þess að þær eru í þrívídd. Þannig að ef maður verður með fjarstýrða bíla þá keyrir hann bara á jörðinni, flugvélin fyrir upp og niður líka, sko. Já, einmitt. Fleiri möguleikar. Meiri möguleikar, já, miklu fleiri. Er það svona einhver viðhöfn þegar að maður, einmitt, flýgur módelinu sínu í fyrsta skipti, býður vinum þínum og fjölskyldu og... Þeir strákarnir eru náttúrulega nálægt, sko. Já. Já, nei, fjölskyldan vill ekki sjá þetta. En þið félagarnir hérna í félaginu? Já, við söfnumst saman og það er tekkað hvernig þetta fer. Já. Og hvað, klappið þið svo, hvað gerið þið? Við, það verður fagnað. Það er fagnað? Já. Þetta er alveg frábær félagsskap. Það vísir hann orðinn dálítið gamall eins og sést. Já. Það er lítil endurnýjun. Já. En þeir sem horfa á þetta innslag hjá okkur, kannski fá... Endilega hafa samband við okkur, fá að vera með okkur og læra að smíða og læra að fljúga. Við kennum það líka, sko. Já, því það er ekkert sama hvernig það er gert. Nei. Nei, það er víst ekki alveg sama hvernig flogið er og það er hægt að æfa sig í flughermi hjá félaginu. Ég stóð mér reyndar ekki mjög vel og ég efast að ég fengi að prófa að fljúga módelunum hjá drengjónum fyrir mögulega eftir miklar og stífar æfingar. Björn Sigmundsson er einn af stofnendum félagsins og við trufluðum hann við smíðaverkefni dagsins. Ég er að ganga hérna frá hjólastelli upp í þessa flugvél. Þetta er Grönmann-bátur, eða Grönmann-flugvél. Þetta er það sem aðeins notuðu, lendu hérna á Akureyrarpolli hérna í gamla daga og keyrðu upp á bryggjuna þarna rétt neðan við Átak eins og er í dag. Hvað heldur þú að hafa búið til mörg fluglíkön í gegnum tíðina? Veistu ekki með tölu á þessu? Mörg flug, já, það er... Og þetta er, ég er búin að vera í þessu 40 ár, þannig að það er alltaf mikið búið að fara í gegnum hendurnar á manni. Ef þú ættir að skjóta á það? Ef þú ættir að skjóta á það, hvað heldur þú að hafa gert margar? Það hef ég ekki hugmynd það er ekki grunu þessinni, sko. Ef þú bara segja margar? Já, bara margar, mjög margar. Segja bara mjög margar? Já, mjög margar. Ok. Brjóta margar líka. Já, brjóta margar líka. Já, sælla minninga. Já, það er eiginlega hluti af þessu að það er að, þegar maður er búinn að smíða þetta, verður það gaman að fljúga þessu. En það er alltaf, maður má alltaf búast við því að maður brjóta þetta líka og það er ekkert leiðilegt að gera við þetta aftur. Þú stofnaðir þetta flugmódelfélag hérna á Akureyri, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég er einn stofnandinn, sá sem að stofnar kallar til 4 menn eða 3, heitir Kristján Víkingsson, tannlæknir hérna. Hann var að læra tannlækningar í Reykjavík og kynntist þessu þar og kom hingað norður og við vorum 3 sem vorum með honum og stofnuðu félagi og einn er að sitja hann inn í horninu, Þorsteinn Eiríksson og Guðmundur Karl Jónsson, 4. maður. Þannig að það gerðum við fyrir 41 ári síðan, sennilega vorið til, þess að mann ég ekki alveg nákvæmlega upp á dag.
Þannig að við erum búin að vera með þetta í 40 ár, rúmlega 40 ár. Hvað heldur þú sést búin að eyða miklum tíma í þetta áhugamál? Já, þetta var góð spurning. Ef ekki að segja að í þessi 40 ára við höfum eytt svona 1 mánuði á ári, er það ekki? Ágætis. Ok. Nei, þetta er miklu meira því að þegar við kannski að fljúga, ef við erum að smíða kannski allan veturinn, þetta eru fleiri 100 tímar alveg hreint í þessu. Já, það liggur við að þessi varla hægt að kalla þetta áhugamál. Þetta er kannski bara, já, lífstíl liggur við. Já, ég vísum að var það stund að vinnuna líka með þessu. Já, þú neyðst til þess eitthvað. Já, ég neyðst til þess. Er þetta dýrt sport eða? Já, það var þetta var tiltölulega dýrt hérna í gamla daga. En eins og í dag þá virðist þetta er mjög ódýrt. Það er dýrt í starti eins og ævilega, kaupa búnaðir, rafmagnsbúnaðir sem stýrir þessu. En eftir það er þetta alls ekki dýrt. Nei, þeir eru náttúrulega búin að koma ykkur upp alveg frábæri aðstöðu hérna. Já, ég er að vísu ekki einn af þeim. Ég hef nú verið svona hliðalínu, þegar ég er nú hætti sem stjórnandi. Ég var formaður félagsins í þó nokkuð mörg ár hérna í Fyrndinni. Já. En hætti þessu og er bara svona, er á kantinum eins og sagt er. Akkurat. En þú nýtur góðs að því að hafa startað þessu og lagt grunninn, eða ekki? Maður er montinn yfir því. Þetta er frábær félagskapur, alveg frábær. Og yfir sumartíman að hittast fram á Melgerðismelum og fljúga í góðu veðri og þetta allt saman kringum þetta er frábær félagskapur. Segðu mér aðeins frá verkefninu sem þú ert að brasa í núna. Já, þetta er, skal ég segja þér, mótorsviffluga sem var notuð á Sandskeiði, þeir fengu hana held ég 71 eða 2 og hún var seld úr landi 96. Þetta var 2 sæta mótorsviffluga sem var notuð til þess að finna góða staði fyrir svifflug. Þetta er afskaplega falleg flugvél sem mér finnst allavega. Já. Og já, ég keypti teikningu í 1/4 og er að setja hana saman. 1/4, það er ansi stórt líkan, eða ekki? Jú, flugvélin sjálf var með 16 metra vængafi, þannig að 1/4 af því er 4 metrar og módelið verður með 4 metra vængaf. Já. Já. Hvar ætlar þú að geyma það? Já, bara einhvers staðar, í stofunni eða eitthvað. Já, einmitt. Já, ef konan leyfir það. Já, er það líklegt? Nei. Mér fannst og finnst enn þann dag í dag alltaf skemmtilegast að smíða þetta. Ég hef ekkert flogið voðalega mikið að vísu. Þegar ég var yngri og við vorum að byrja á þessu þá kenndi ég þessum yngri. Ég fór það langt að ég var orðinn kennari lengi vel. Seinni árin þá finnst mér miklu skemmtilega bara að smíða þetta og koma svo fram og spjalla við menn og fljúga eitthvað smávegis. En svo er eitt í þessu sem ég geri grínað alltaf Þegar við erum með flugsamkomu þarna þá finnst mér alltaf þurfa að vera einn sem krassar vel og eyðileggur og ég hef tekið þetta að með nokkru sinnum Já. Og til marks það er vel hérna upp í loftinu svört sem ég er búin að krassa dálítið oft og hún er komin heil einu sinni enn. Það getur henni að krassa einu sinni enn. Þetta virðist vera eins og mesta þolinmæðisvinna sem að ég hef komist í tæru við. Getur það verið að það passi? Já, það gæti alveg verið. Ég hef aldrei pröfað að sauma út þennið svoleiðis, þannig þetta er ábyggilega eitthvað nálægt í. Já, og hefur þú alveg nóg af þolinmæði í þetta alltaf? Já, það virðist vera. Ég er töluvert að henni. Ég held að við eigum það nú allir sem er í sinni á þetta er mikið þolinmæðisvinna. Er þetta gott fyrir geðheilsuna að hafa svona dund? Já, mjög gott. Mjög gott. Koma hérna saman einu sinni í viku, jafnvel 2 í viku, stundum á laugardögum. Koma hérna saman, spjalla, fá sér kaffi og smíða sá máis með alltaf. Þetta er mjög gott fyrir geðheilsuna. Ekki síst núna í COVID-19 alveg frábært að koma hérna saman. Aldrei og sent að byrja á þessu. Þó maður ég er orðinn 75 ára gamall, það er nógur tími að það. Já, þú ert nú eftir hér. Ó, ég braut hana næstu því. Sástu það? Fegstu smá svona. Það er smá svitadrópar. Heyrðu, ok, ég er hægt að pína þig. Hefur einhvern tíðan brotlent hjá þér? Já. Og brotnað þá í spað eða? Já. Hvernig tilfinning er það? Það er bara partur af því, Já. Já. Ef maður er að smíða svona flugmódel úr efni eins og þetta, þá getur þetta brotnað. Já. Og þegar það brotnar, þá verður maður bara að taka því og laga það. Já, en hvað tekur svona cirka langan tíma að búa til svona þokkalega stóra flugvél?
Það er voðalega mismunandi. Það er bara spurning hvað þú nennir að leggja þig eftir því. Ef þú ert svona 1 til 1,5 ár að smíða flugvél, þá er það mjög eðlilegt. 1 til 1,5 ár, ég er bara að spá að það geti verið svekkjandi brotlending ef maður er búinn að vera í 1,5 ára. Nei. Nei? Nei. Ok. Þetta er partur af því. Ok. Ef þú ert að smíða flugmódel, þá á það að fljúga. Ef það vill ekki fljúga, þá bara, nei. Ok, allt í góð. Hvað er allra skemmtilegast við þetta? Félagsskapurinn, það er strákarnir.